daginn. Góðan daginn. Gaman að sjá ykkur. Yes, I'm learning Icelandic. Ég að læra íslensku. Not good at yet that I can speak in it. Ég ekki það góður að ég sé farin að tala hana. So I'm thankful for the translator to help me. Svo ég þakklátt fyrir túlkinn sem hjálpa mér. And I'm glad that we can, Angelica and I, we can spend this Sabbath morning with you. Og ég glaður að Angelika og ég getum varið þessum hvíldardagsmorgni með ykkur. To praise the Lord together. Og til að lofa Drottinn saman. And be in front of God and before God. Og vera frammi fyrir Guði. And seek His guidance into our lives. Og leita leiðsagnar hans í lífi okkar. And today I wanted to share or think about this story with you from Mark chapter 10. Og í dag langar mig að íhuga 10. kafla í Markusi. And shall we read it? It's Mark chapter 10 verses 17 to 31. Skulum lesa 10. kaflan vers 17 to 31. 31. 17 til 31 í Markusi. All right. So I thought that maybe we can read it only in Icelandic. Já. I have it in English here. But if we Vil can... einhver rétta með Biblíu? Já, takk. Is there a Bible somewhere? Já. Oh, there. Það finna Mark 10, 17 to 31. Markus 17. Nei, 10. 10. And then 17. Já, 17. versti 31. Já, eins þér vant yfirskriftin. Þegar hann var að leggja af stað kom maður hlaupandi, féll á kné fyrir honum og spurði hann: Góði meistari, hvað á ég að gjöra til að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: Hví kallar þú mig góðan? Enginn er góður nema Guð. 1. Þú kannt boðorðin, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúg vitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föður þinn og móður. Hinn svaraði honum: Meistari, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Jesús horfði á hann með ástúð og sagði við hann: Eins er þér vant. Far þú og sel allt sem þú átt og gef fátækum og munt þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði við þessi orð og fór burt hryggur, enda átti hann miklar eignir. Þá leit Jesús í kring og sagði við lærisveina sína: Hve torvelt verður þeim sem auðinn hafa að ganga inn í Guðs ríki. Lærisveinunum brá mjög við orð Jesú, en hann sagði aftur við þá: Börn, hve torvelt er að komast inn í Guðs ríki. Auðveldara er úlfalda að fara í gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir urðu steini losnir og sögðu sín á milli: Hver getur þá orðið hólpinn? Jesús horfði á þá og sagði: Fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en fyrir Guði, Guð megnar allt. So what do you think when we read this well-known story again? Og hvað kemur upp í huga ykkar þegar lesið þessa þekktu sögu? Did Jesus really mean what he said? Var Jesú virkilega að meina það sem hann sagði? As Jesus was preparing to leave from that place, a man suddenly ran to him. Jesús var á leiðinni burt frá þessum stað þegar þessi maður nálgaðist hann snögglega. He knelt down in the dust. Og hann kraup niður á jörðina. And he asked,
Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Og hann spurði meistari, hvað á ég að gera til að öðlast eilíft líf? And his question didn't come out of nowhere. Og þessi spurning kom ekki bara út úr tóminu. Because when we read the verses earlier before that story, Þegar við lesum versin fyrir í sögunni, Jesus had taken children in his arms and blessed them, þá hafði Jesú tekið börnin í arma sér og blessa þau and saying, "Truly I say to you, og sannlega segi ég ykkur, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all." hver sá sem ekki tekur á móti himnaríki sem barn mun aldrei komast inn. And something in those words pierced this man's heart. Og eitthvað í þessum orðum snerti hjarta þessa manns. And he longed for eternal life, Og hann þráði eilíft líf, but sensed he did not have it yet. en þar sem hann hafði ekki öryggi það ennþá, So he ran, þá hljóp hann. and he was a good man. Hann var góður maður. And Matthew says he was a young man. Matteus segir að hann er ungur maður. The kind of young man Jesus might have patted on his cheek, Kannski svona ungur maður sem Jesú hefði klappað á kinnina and patted on his cheek and say, "Good boy. og strókið kinn hans og sagt, góðu drengur. I wish I had more followers like you." Ég vildi að ætti fleiri fylgjendur eins og þig. And he was enthusiastic. Og hann var ákafur. He ran to Jesus. Hann hljóp til Jesú. He was determined to find out the answer. Hann var ákveðin í því að finna svarið. And he was humble. Og hann var auðmjúkur. He knelt down. Hann kraup á kné. And he was sincere. Og hann var einlægur. Unlike the Pharisees, he was not trying to trap Jesus with his question. Ólíkur farisjónu var hann ekki að reyna að flækja Jesú. And he was morally pure. Og hann var siðferðislega hreinn. He was honest. Heiðarlegur. He was responsible. Og hann var ábyrgur. A peaceful neighbor. Friðsamur nágranni. A good citizen. Góður borgari. And the kind of person any parent would be proud of. Og þess konar maður sem hvaða foreldri gæti verið stolt af. Or any community would trust. Og samfélagið myndi treysta. Any church would gladly place in leadership. Og hvaða kirkja sem myndi setja í forystu hlutverk. And any mother would want such a man as their son-in-law. Og hvaða kona myndi vilja þennan mann sem tengdason. And he was bringing not the remnants of a worn-out life. He still had strength. Hann bar ekki merki áhrif lífsins. Hann átti ennþá styrk. And he wanted to know what next. Og hann vildi vita hvað framundan. Yet this story becomes heavy. En samt sem áður þá þessi saga þung. And no, Jesus didn't push him away. Og Jesú ítti honum ekki frá sér. And it did not exclude him. Hann undanskildi hann ekki, hann hunsaði hann ekki. Jesus didn't open a dark spot in his past. Hann afhjúpaði ekki það dimma í sálu hans. Jesus begins by listing everything that the young man has already done. Og Jesus byrjar á því að telja allt sem að þessi ungi maður hefur gert. And keep the commandments. Og haldi boðorðin. But I have kept them all my life. Já, ég búin að halda þau allt mitt líf. And then he voices the ache that he has in his heart. En svo orðar hann verkin eða tilfinninguna sem hann hefur í hjartanu. What do I still lack? Hvað vantar ennþá upp á? And Jesus had not said that he was missing anything at all. Og Jesú var ekki búin að segja hann skorti neitt. But he felt it. En hann fann það. And then comes a moment that is easy to miss. Og það kemur stundum augnablik sem auðvelt að missa af. Jesus looked at him and loved him. Að Jesú horfði á hann og elskaði hann. Only after that comes the hardest sentence the man had ever heard in his life. Og síðan kemur erfiðasta setning sem maðurinn hafði nokkru sinni heyrt. And one thing you lack. Það aðeins eitt sem þig skortir. Go sell everything you have and give to the poor. Farðu og seldu allt sem þú átt og gefðu fátækum. And
the one missing thing that Jesus is talking about Og það eina sem Jésu að tala it's not just a, tiny, small detail next to all these bigger, important things. ekki bara litlir hlutir svona í nágrinni við stóru hlutina. It is not as if this young man had done almost everything. Það ekki eins og þessi maður hafi ekki gert næstum því allt. And now just need to do this one little extra thing. Og núna þurfa hann bara aðeins að bæta einu atriði við. It is like in the old Russian fairy tale. Það eins og í gömlu rússnesku ævintýrasögunni. Where Avi went to pull up his turnip. Þegar Afi fór og tók upp næpurnar. But he couldn't because the turnip was too big. En næpan var alltof stór. So he called Ömmu for help. Hann náði ömmu til að hjálpa. And they still couldn't manage it. Og þau gátu ekki ráði við þetta. And they called their partner. Og náðu og kolluðu á barnabarnið. And then the hundin. Og síðan hundin. And then the köttin. Og köttin. But they still couldn't get the turnip out. Gátu ekki toga næpuna upp. So finally they called a little moose. Svo kolluðu þeir litla mús. And little moose came along. Litla músin kom. Bit its teeth into cat's tail. Og hún beit í skottið á kettinum. And pulled. Og togaði. And the turnip jumped out. Og næpan skaust upp á moldinni. And all what was missing Og allt sem vantaði was this little moose. Litla músin sem vantaði. And the one thing Jesus is talking about Og það eina sem Jesús að tala is not that just a little thing. It doesn't talk about just a little thing missing. Hann talar ekki bara það litla sem vantar. It's not a little moose. Það ekki lítil mús. The children ran around Jesus just a moment ago. Börnin hópuðust að Jesú nokkur áður. And Jesus had said, og Jesús hafði sagt, the kingdom of heaven belonged to such as these. Guðs ríki tilheyrir slíkum. And they were light. Þau voru létt. They were trusting. Þau treystu. They were small enough to lift up. Og þau voru nógu lítil til að lyfta upp. And this young man, og þessi ungi maður, he had grown heavy. Honum var þungt. And not physically. Ekki líkamlega. But he had become too secure. Hann var of öruggur. Too self-sufficient. Of nægur sjálfum sér, áttu nógu öllu. Too rich. Til að ná. How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Hversu erfitt ekki fyrir hana ríku að ná til Guðs ríkis. Are you rich? Ertu ríkur? Most people don't think they are. Flestir telja ekki svo vera. In one survey, í einni rannsókn, Americans estimated that 21% of people were rich. Þá áætluðu þeir í rannsókn að 21% væri ríkir. But only 0.5% considered themselves rich. En aðeins 0.5% töldu sig vera ríka. And everyone thinks that to get rich, og allir halda að það til þess að verða ríkur, they needed only one thing more, only one thing. Teljast þau þurfa aðeins eitt í viðbót. That is more. Það er meira. Wealth always seems to describe someone wealthier than us. Ríkidæmi lætur alltaf aðra sýnast ríkari en okkur. Was it greed that prevented this young man to say yes to Jesus? Var það ágirnd og græðgi sem að skildi þennan mann frá Jesú? Would you describe someone greedy who doesn't want to give away everything they had? Myndi þið telja þann gráðugan sem vill ekki gefa allt sem hann á? What did the young man have to give away? Hvað þurfti ungi maðurinn að gefa frá sér? Was it his money? Voru það peningarnir hans? His possessions? Eignirnar? Was it only that? Eða var það bara það? In fact, it was everything he had. Í rauninni var það eina sem hann átti. Everything he had done. Allt sem hann hafði gert. Everything he was. Allt það sem hann var.
everything he planned to do allt sem hann áætlaði að gera and to be in the future. og til að vera það sem var framöndið sem kæmi í Because- framtíðinni. We are not just physical matter, Við erum ekki bara efnislegt fyrirbæri and our deeper hunger is for meaning, og dýpsta þrá okkar tilgangur for importance, fyrir fyrir mikilvægi þess, and for security. mikilvægi og öryggi að tilheyra. And we could argue that it was not greed, Og við getum spekulerið það var ekki græðgi. but do we always recognize greed? En komum við alltaf auga á græðgi? It is hard to identify. Það erfitt að koma auga á það. Very few people think they are greedy. Mjög fáir telja sig vera gráðuga. And that's why Jesus warns. Þess vegna varaði Jesú við. He says, watch out. Gætið að ykkur. Be on your guard against all kinds of greed. Verðu að verði gagvart græðginni. He didn't say that, watch out, avoid killing. Hann sagði ekki, passið ykkur á að drepa ekki. Because you know instantly when you have killed. Þú veist nákvæmlega hvenær þú er drepið eða verið drepin. But he said, watch out Hann sagði bara verðu að verði for greed. gagvart græðginni. There is a story about a Bible teacher and her children in the class. Það til saga biblíu sem sagt kennara og börnin hennar í bekknum. There were 8 10-year-olds in the Alright. Bible class. 8-10 ára gömul í þessari skólastofu eða þessum bekk. And the teacher asked if they would give $1 million to missionaries. Og kennara spurði hvort þau vildi gefa $1 million til trúboðs. And yes, they Yeah. all exclaimed enthusiastically. Já, sögðu öll ákaf. And the teacher asked, but would you give a 1,000? Og þá spurði kennara, myndu þið vilja gefa $1,000? And in unison they all shouted again, yes. Já, hrópuðu þau öll í kór. And what about 100? Og The hvað teacher asked. $100? Yes, we Yeah. would give $100. they Já, said. myndum gefa $100. But would you give just €1 to missionaries? Or Will you- dollar, the teacher asked. Viljið þið gefa $1 eða $1 til... And everybody Trúboðsins? said again, yes. Já. Þú voru alveg viss um því. Only little Jón was quiet. Aðeins Jón litli var And, þögull. then the teacher saw him digging in his pocket. Og þá tók kennaran eftir að hann kafaði í vasan. And she asked, but why, Jón, were you quiet now? Akkur þögull Jón minn, segi kennarin. And well, said the boy, Já, sagði drengurinn, I have $1. ég á $1. The danger of greed lies in what it does to the heart. Hættan að græðgi hvað það gerir hjartanu. Because it makes us feel secure, Það kemur okkur til að finnast við örugg, it makes us feel capable finnst okkur við vera örugg og færum allt and in control. og höfum stjórn á öllu. And once we feel that we are independent in our lives, Og okkur finnst við vera sjálfstæði í lífinu, then it is difficult to learn. þá erfitt að læra. And we grow heavy. Og We grow heavy. og okkur verður þungt, við verðum And the young man was döpur. very saddened. Og maðurinn ungi var mjög dapur. And the story says that he went away grieving Og sagan segir að hann hafi farið burtu í sorgmættur, because he had great wealth. því hann átti mikinn auð. He didn't argue. Hann þrætti ekki, hann He diskuteraði ekki. didn't question Jesus' teaching. Hann efaðist ekki kenningu Jesú. He walked away simply because the cost was too high. Hann gekk í burtu af því að kostnaðurinn var of hár. But why was Jesus so strict with him? Ákveður var Jesú svona strangur við hann. After all, Jesus didn't require everybody to give away everything. Jesú var ekki að krefjast þess af öllum að þeir gæfa allt frá sér. Zacchaeus kept half.
Zacchaeus kept half of his wealth, Og Sakkus hélt helmingnum eftir að sínu auði. and Joseph Arimathea, he remained wealthy. Hú? Joseph from Arimathea. Og Jósef frá Okay, Arimatheu, hann var auðugur. And Jesus healed many people without asking anything from them. Og Jésu læknaði fjölda fólks á þess að biðja nokkuð tilbaka. Why was this man different? Af hverju var þessi maður öðruvísi? And Pastor John Ortberg once said, Hú? John Ortberg, Já, og John Ortberg, pastor, that God is a craftsman. Að Guð væri listamaður, kraftsmann. Like a handiworker, Já, not a einhver mass sem- producer. Nei, hann fjöldaframleiðir ekki, hann er svona listamaður, hann býr til, hann mótar. So he doesn't grow souls in the same way. Að hann ræktar ekki sálirnar á sama hátt. So Jesus is gentle with the woman caught from adultery. Jésús er til dæmis mjög nærgætin við konuna sem er staðin á hordómi. He's very firm with religious leaders. Hann er mjög ákveðin við trúarleiðtoga. He's patient with disciples. Hann er þolinmóður við póstolana He's tender to children. og hann er ástúðlegur við börn He's merciful to the thief on the cross. og hann er miskunnsamur við þjófin á krossinum. And he knows precisely which strings must be pulled in each person's life. Og hann veit nákvæmlega hvaða strengi á að snerta í persónulegu lífi hvers og eins. And Jesus pulled the one string that held this man's whole identity together. Og Jésús snerti þann strengi í lífi þessa manns sem hélt lífi hans saman. And Matthew was there. Mattheus var þar He was a former tax collector. og hann var fyrrum skatt heimtum maður And he understood this very well. og hann skildi þetta vel. Because he remembered the day when Jesus had approached him. Því hann myndi daginn sem Jésús hafði nálgast hann And he said, "Follow me." og hann hafði sagt, fylgdu mér. And he got up, Og leaving everything on the table. hann stóð upp og skildi allt eftir á borðinu. His income, his stability, Tekjur hans og stöðugleika his social position. og þjóðfélagslega stöðu. And there were Peter, there were Andrew, there was James, Það var Pétur, Andrew og Jakob and John. og Jóhannes. So they had done the same. Þeir hefðu gert því sama. They had left their nets and followed Jesus. Þeir hefðu yfirgefið allt og fylgt Jesú. And that's why Peter asked in this story that we read. Og þess vegna spyr Pétur í þessari sögu, He said, "Look, Jesus, sjáðu Jesú, we have left við everything hefum farið yfirgefið allt to follow you. til að fylgja þér. What will there be for us?" Hvað verður fyrir okkur? And what did Jesus tell him? Og hvað sagði Jesú við þá? He told him, "Those who let go, Það er þessi sem sleppa, svaraði Jesú. families, Fjölskyldunar, homes, heimilin, fields, akratnir, for Jesus' sake and for the gospel, fyrir Jesú og fagnaðarerindið. will receive 100-fold even now." Þeir sem þetta yfirgefa fá He 100-falt said, tilbaka. "Houses, brothers, sisters, Hús sín og bræður og systur, mothers, children, mæður og börn fields." og akra. He said, "Along with persecution." Excuse me. Along with persecution, he said. That in this time of persecution. Á þessum, vill einhver hjálp mér? Á ofsóknartímum, já. But what did he say? He said in the end what they will receive. En hvað sagði hann það sem þið fengið á endanum? And he said, "In the age to come, eternal life." Á komandi öldum eilíft líf. And what was the question what the young man asked? Og hver var spurning unga mannsins? He asked, how do I receive eternal life? Hann hafði spurt hvernig eignast ég eilíft líf. This is exactly what Jesus said. Og þetta er akkurat það sem Jesús sagði. But none of these blessings, En engar af þessum blessunum and the main blessing, eternal life, og hinn aðal blessunin eilíft líf,
can be experienced until one thing happens, getur orðið að reynslu þar til eitt gerist, that we let go. að við sleppum. Think of the trapeze artist in a circus, you know, the ones that are flying around, jumping from one bar to the other. Who are? In English it's trapeze, you know. In Estonia we say trapez. I don't know what it is in For Icelandic. jumping from one roof Yeah, or the- one trap, já. The artist in Þetta er circus, svona yes. parkour-artistar, þeir sem að stökkva, sirkus, já, svona sirkusleikara, svona fimmleikar, já. So there is this one person swings out, you know, Og let's það- go. Að það er ein persóna sem er í rólinu og sveiflast And then they fly sleppir. through the empty air. og svo fljúga þeir í gegnum loftið And in that brief moment, og þessu augnabliki this flyer can do nothing for himself or herself. þá getur sá sem er fljúandi í loftinu ekkert gert. So there is the other person Og það er who will önnur catch person. him or her. Að það er annar maður, önnur persóna sem er tilbúin að grípa. So in that moment, everything is in the hands of the catcher. Að þá er á þessu augnabliki allt í höndum þess sem maður mun grípa. But if the person who is jumping En ef manneskjan sem er að stökkva og sleppa, will not let go, sleppir ekki, they will never experience the miracle of being caught. þá munu þau aldrei upplifa það kraftaverk að vera gripin. So the rich young ruler couldn't let go. Og svo hinn ungi maður gat ekki sleppt. There are so many stories in the Bible of people who did let go, En það eru margar sögur í Biblíunu af fólki sem þorði að sleppa. like Abraham. He let go. Eins og Abraham, hann sleppti. But he was in the air for 24 years, waiting for his son to be born. En hann beið í lausu lofti í 20 ár eftir því að synir hans fættust. Sometimes the time when we are in the air, waiting to be caught, may be long. Stundum er tími okkar í þessu lausu lofti, tóma rúmi, mjög langur. But there is no way we can escape Jesus' invitation to let go. En við getum aldrei komist hjá því boði Jesú að sleppa. Because faith in Jesus is not just an intellectual decision, Því að trúin á Jesú er ekki bara skynsemis ákvörðun. sooner or later, it will affect us Fyrir eða seinna mun það hafa áhrif á okkur. in the deepest and most emotional way. Á dýpsta og tilfinningarlegasta máta. So the question comes, Og svo spurningin vaknar. what Jesus ask me? Hvað er Jesús að biðja mig að gera? And what does Jesus ask you Og, to let go of? og hvað er hann að biðja þig að gera í sambandi við að sleppa? We will know it only if we ask him. Við vitum það aðeins ef við spyrjum hann. But whatever it is, Og hvað sem það er, Jesus never asks us to do anything that he didn't do himself. Jesús bað engan að gera neitt sem hann gerði ekki sjálfur. Because when we read from Paul's letter to Philippians, Þegar við lesum í brefi Páls til Filippíumanna, chapter 2, verse 6, öðrum kapla og 7. versi, that Jesus being made in the image of God að Jesús var í ímynd Guðs. did not count himself equal with God, Hann taldi sig ekki jafnan Guði, being found in appearance as a man. fundin sem maður, birtist sem maður. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, Hann auðmýkti sig allt til dauða, even death on a cross. jafnvel dauðans á krossi. So Jesus let go so that we may be caught. Jesús sleppti svo að okkur yrði bjargað. He became small so that we may be lifted. Hann varð lítill og smár svo okkur yrði lyft upp. And he became poor so that we may become rich toward God. Og hann var fátækur svo við getum orðið rík í Guði. And he became last so that we could enter the kingdom. Hann var síðastur svo við getum komist í konungsríki Guðs. And Jesus said that whoever finds their life will lose it, Og Jesús sagði hver sem finnur lífsitt mun týna því, but whoever loses their life in Jesus' sake
will find it. En hver sem týnir lífi sínu í Jesú mun finna það. And I wish that we all may find it. Ég bið þess að við megum öll finna það. May God bless you. Og Guð blessi ykkur. Amen. Amen.